Við erum komin hérna upp í Engihjalla og hér allt á milljón og það spenningur í loftinu. Hvað að gerast hjá okkur hérna? Það sem að gerast hjá okkur það að Brynjuís að koma til höfuðborgarinnar. Við erum búin að vera að býta þessu núna í nokkuð misseri og nú ekki nema einhverja 3 vikur í það við opnum. Við erum að horfa á 2. apríl og þið sjáum nú að það ýmislegt eftir að gerast. En ég lofa ykkur því að 2. apríl 2016 þá getum við verið stolt af því hvernig Brynjuís lítur út í höfuðborginni. Þú hefur lengi haft þetta bak við eyrað, þið langið svolítið að reyna við Brynjuísinn. Hvers vegna? Já, við erum nokkrir sem stöndum að því að koma með Brynjuís suður og við erum búnir í nokkur ár að vera að tala með Fíu og Júlla á Akureyri það hvort þau vilji eiga í samstarfi við okkur það að pröfa að taka Brynjuís út til Akureyri og gefa öðrum kost á því að smakka Brynjuís ekki bara þegar komið til Akureyrar, heldur líka á höfuðborgarsvæðinu. Og ástæðan nú dálítið einföld, af hverju höfum við áhuga á þessu. Og hún hefur að gera með það sem við trúum að Brynjuís standi fyrir og það ísinn sjálfur. Það bara bragðið sem þú fær þegar þú smakkar Brynjuís. Við erum allir miklir ísáhuga menn og það bara áhugamál hjá okkur að fara að smakka ís. Og Brynjuísinn hefur haft sérstöðu mjög lengi fyrir okkur og það eru komið mörg ár síðan að við byrjuðum að spjalla við Júlla og Fíu þetta. Men það var nú ekki fyrir en á seinasta ári að þau sögðu ok, látum slag standa. Og nú dagurinn nálgast og opnar á dagurinn, Brynjuís fyrir sunnan. Og hvað viðbrögð að fá í kringu þegar þú segir fólki frá þessi tíðindum? Ég að fá fín viðbrögð. Fólki finnst kannski dálítið lítið að það hefur bara getað pröfað Brynjuísinn 2, 3, mestalagi 4 sinnum á ári, flestir þegar komið norður. Þannig að þessi ég heyri í og þeir eru mjög, mjög hrifnir. Þetta ekkert sjarminn af þessu, þetta bara komið í borgina líka og ekkert bara svona exclusive Akureyrarstörf? Ég hef heyrt þessa athugasemd og við höldum ekki. Ég held að vera ennþá sjarmerandi að koma inn í Brynjuís fyrir norðan, inn í Aðalstræti. Vesturinn sjálf, hún er sérstök, hún er orðin meira 30 ára gömul og hefur sín sjarma sem slík og við höldum henni eins og hún að langmestu leyti. Og hérna fyrir sunnan, við hugsaðum mjög mikið það, hægt að kópera útlitið nákvæmlega. Við komumst að því að það bara það erfitt, það áskorun að gera það. En við verðum með tengingar inn í nýju ísbúðinni hér við höfuðstað Norðurlands og höfuðstöðvar Brynjuís verða þetta áfram á Akureyri. Það sést kannski ekki vel en á veggnum hérna fyrir aftan mig að það graffiti hönnuður sem að teikna dálítið skemmtilegt fyrir okkur sem að mun minna mjög sterkt á Akureyri og Brynjuís fyrir norðan. Þannig að við erum nú að vona þegar fólk komi hingað inn til okkar að þá sé það ekki bara þannig að það sé ísinn sem að minna á Akureyri og Brynjuís þar heldur líka fleiri hlutir. En ég ætla að láta það vera svona, hvað köllum við það? Það verður ekki gátt, það verður eitthvað sem kemur í ljós, hvað gerist hérna fyrir aftan á veggnum. En það mun vera sterk minni til Akureyrar. Og það sterk samskipti milli ykkar nýju eigendina og Fíus og Fía svona þar sem maður þekkir hana helst sem herforingjan í Brynju. Já, Fía og Júlli hafa verið með Brynjuís í 30 ár. Það var 30 ára afmæli Brynjuís núna í október í haust og það í raun og veru var algjör forsenda þegar við förum inn í þetta samstarf með þeim tveimur hjónum að í raun og veru þau haldi áfram og það var gagnkvæmt, það var líka forsenda þeirra hálfu og þau langaði til að vera viðloðandi þennan rekstur. Við sjálfum sér, þetta þannig að Fía sleppur við þetta leiðilega hvað reksturinn varðar en heldur áfram að gera það skemmtilega, það að segja að reka daglega Brynjuís og Akureyri. Þannig að hún framkvæmdastjórinn þar og Júlli sér áfram með tækin og tólin
en við tökum yfir svona bókhald og fjármál og annað slíkt sem ekki spennandi. Fyrir að mása strax? Já, nákvæmlega. En nei, síðan þegar við opnum fyrir sunnan í byrjun apríl að þá koma þau suður og verða með okkur. Þannig að það fyrsta sem að fólk sér þegar það kemur í Brynju sem við verðum, sem í Engihjalla í Kópavogi, að það verður Fía. Þannig að hún tekur vaktina með okkur fyrsta dagana. Þannig að svona fyrir áhugasama Akureyringa þá eru þetta ekki sérfræðingar að sunnan að hertaka Fíu, heldur nýir þátttakendur og áhugamenn að dreifa út fagnaðar yfir undir. Já, algjörlega. Við erum að stíga voða varlega til jarðar með það að breyta engu. Og meira þess að göngum svo látt eins og við varum að segja að Fía kemur suður og gerir þetta með okkur, allavega fyrstu svona metrana. Nákvæmlega, þetta verður spennandi að sjá hvað gerist. Það verður það og vonandi hafið þið tækifæri til að heimsækja okkur aftur í apríl þegar allt verður komið á fullt.